4. Svona bara. Eitt, tveir. Þú sett ekki með Þyrnirós, klára! Með greifunum. Komið sæl og blessu áhörundu góðir og verið velkomin með okkur í leik K.A. Þór og HK í fyrstu deild kvenna í handknattleik. Við munum fara yfir liðin hérna eftir örskamma stund en við ætlum að byrja að segja frá stöðun í deildinni. En staðan einfallega þannig að K.A. Þór í fyrsta sæti þegar 2 leikir eru eftir og eiga þær 1 stig á Fjölni sem í öðru sæti deildarinnar. Fjölni spilar á sama tíma og við akkurat núna gegn Víkinga í mann rétt. Já, Víkingur Valur. Fyrirgefið, Fjölnir Víkingur kl. 16. Og ef að Fjölnir misstíður sig í þeim leik og við vinnum okkar leik, þá erum við átan deildarmeistar og búin að tryggja og sæti í Ólís deildin á næstinni. Og hér er liðin að ganga inn á og skulum við byrja á því að renna yfir lið gestana. Það er nummer 20 Margrét Ír Björnsdóttir, nummer 1 Fríða Einar Arnbjarnardóttir, nummer 6 Kolbrún Arna Garðarsdóttir, nummer 9 Karen Kristjánsdóttir, nummer 17 Tinna Sól Björgvinsdóttir, nummer 7 Rakel Sigurðardóttir, nummer 24 Ágústa Huld Gunnarsdóttir, nummer 27 Anita Björk Bárðardóttir, nummer 21 og bjóðum hana sérstaklega velkomna norður Hulda Bryndís Tryggvadóttir, nummer 19 Þórhildur Braga Þórðardóttir, nummer 3 Elva Erlenbjarnardóttir, nummer 2 Berglind Þorsteinsdóttir, nummer 8 Birta Rún Gretarsdóttir og nummer 10 Sigríður Hauksdóttir. Gunnar Birgisson kynnir og að kynna liðin hérna á sama tíma. Kannski leyfi ykkur að hlýða á hann. Það heyrist ágætlega vonandi í honum. Stelpurnar eru ósigraðar á heimavelli í vetur og mér skildist á þeim að það er alltaf ekkert að fara að breyta því. Þá hefur Gunnar Ernir lokið sér af og við skulum renna örsnögt yfir þetta. Í markinu hjá K.A. Þór er Sunna Guðrún Pétursdóttir og Heiðbjört Anna Guðmundsdóttir, 4 Sandra Kristín Jóhannsdóttir, 5 Ólu Marín Hlinsdóttir, 6 Erla Hleiður Tryggvadóttir, 7 Katrín Viljámsdóttir, 8 Marta Hermannsdóttir, 9 Auður Brynjar Sölvadóttir, 10 Steinunn Guðjónsdóttir, 19 Ásdís Guðmundsdóttir, 22 Karolín Arnardóttir, 23 Kolbrún G. Eðinsdóttir, 24 Þóra Björk Stefánsdóttir og 20 Aldís Ásta Heimisdóttir. Þjálfarar K.A. Þór eru þeir Jónatan Magnússon og Þorvaldur Þorvaldsson. Stórgóðir þjálfarar sem hafa náð góða árangri með liðið í vetur og þeim til aðstoðar á bekknum með fyrrum leikmaður liðsins og fyrirliði Arna Valgerður Erlingsdóttir. Dómaraleiks í dag eru þeir Hörður Aðalsteinsson og Börkur Bóasson. Það er allt klárt, allt til reiðu, þétt setni bekkirnir í K-heimilinu og við erum tilbúinir að byrja fjörið. Umgjörðin eins og bestur á kossi, hér voru grillaðar pilsur og með því fyrir leik. Allir orðnir saddir og sælir. Ég fekk mér eina tvíleipu með kokteil, steiktum og tómat. Ekkert betur en góð tvíleipa, pilsurnar fá góða, brauðið frá Millunni, svo ekkur kella fyrir það. Sjálfur heiti ég Sigurli Sigurðsson, tæknimaður í dag, Pétur Heiðar Kristjánsson, myndatökumaður Baldur Halldórsson og sjálfur aðstofamaður útsendingarinnar og kynni leiksins Gunnar Ernir Birgisson. Við ætlum að halda léttu nótunum hjá okkur í dag og vonumst að sjálfsögðu eftir heimasigri stelpan okkar í K.A. Þór. Í græjunum Ómar Þyrnirós með greifunum
og byrjunarliðin eru klár. Þar byrjar í vinstra horninu á K.A. Þór sem leikur í svörtum búningum í sókn. Steinunn Guðjónsdóttir, Marta Hermannsdóttir nr. 8, markahæsti liðsins byrjar í vinstri skiptunni. Aldís Ásta Heimisdóttir nr. 20 á miðunni. Örfenda undir Kolbrungi Einarsdóttir í hægri skiptunni og Katrín Crossfit Viljánsdóttir í hægra horninu. Og á línunni er Ásdís Guðmundsdóttir. Í markinu stendur Sunna Guðrún Pétursdóttir, búin að verja virkilega vel í vetur. Og leikurinn er hafinn. HK spilar 6-0 vörn og það er Marta sem á fyrsta skotið. Það steinliggur inni 1-0 fyrir K.A. Þór. Engin varnarskipting hjá stelpunum okkar. Í marki HK stendur nr. 20 Margrét Ýr Björnsdóttir. Síðan er byrjunarliðið þannig að í vinstri skiptu er nr. 2 Berglind Þorsteinsdóttir, miðjunni nr. 19 Þórhildur Braga Þórðardóttir, 21 Hulda Bryndís Tryggvadóttir, hægra horn nr. 9 Karen Kristjánsdóttir og nr. 10 í hægra vinstra horninu Sigríður Hauksdóttir og línumaðurinn er Rakel Sigurðardóttir nr. 7. Og hér kemur fyrsta skotið á þeim og það er varið Sunna Guðrún og markvarsla. Þórhildur Braga skaut beint út frá hendi og Sunna stóð vaktina vel í markinu. Hér kemur Marta með skot að varið að vörðinni. Kolla sækir á og það er brotið að henni. Þannig að við stillum upp í okkar aðra sókn í leiknum. Þjálfarar HK gleymd að fara við þá. Það er Ólafur Víðir Ólafsson og Hákon Hermannsson Brytte. Sérstakur vinur minn og fyrir samherji á Fylki í fyrstdeildinni. En Hákon og Óli eru báðir miklu hugsunarmenn um handbolta og frábæri þjálfarar. Líf í þeim, sérstaklega Hákoni, ég er gaman að því. Hér koma stelpunar okkar Marta, Aldís og Aldís með skot. Nei, þetta gerir vörðin vel. Hulda Bryndís heyrði þennan bolta og þá sækja þær í seinni bylgjunni. Hulda Þórhildur, Hulda aftur. Hulda sækir á, fær flugbraut og setur henni í jörðin og inn 1-1. Fekk hérna galopnaði vörðina. Já, kemur Marta jafnharðan, sækir hratt á, finnur Aldís í klippinguna. Aldís í árás, finnur Kollu, Kolla komin í gegn, þetta er væntanlega vítt og gult. Já, hárrétt, vel gert hjá Kollu, hann var áraðinn hérna í sínum leik. Og sótti þetta víti vel og það er Marta Hermannsdóttir sem fyrir á punktinn. Marta varla klikka víti vettur, þetta vonið sér ekki að jinxa þetta. Mjög örugg á punktinum. Já, ég get nú nána sagt að ég sé bara fullt hús. Og Marta skorar af öryggi. Óverjandi. Allt sem er ekki varið er óverjandi. Hulda Bryndís kemur fyrir HK. Hraðileikur upphæfið Þórhildur. Sækir á Mörtu. Reynir að koma honum hérna yfir á Berglindi. Katrín spilar út á móti Berglindi. Katrín gríðarlega snögg á löpunum. Góður varnarmaður. Og Ásdís gera það sama einu megin og loka á skipturnar. Þannig að beinaði minn á miðju og þar er Aldís Ásta sem brýtur, góð vörn. Við sjáum það þegar bakkararnir hjá K.A. Þór stíg út og á móti skiptur og það er að beinaði minn á miðju. Þar sem Marta og Aldís standa á vaktina eins og klettar yfir í miðri vörninni. Og hér er Þórhildur, Berglind er skot. Þetta er Sunna, frábær markvarsla og búið að dæma línu á Rakel Sigurðardóttir á línunni í HK. Kolbrún og Marta. Aldís út á köttu í horninu og Kata, frábær markvarsla þarna. Já, Margrét í markinu. Kata rétt hent í hægra horni, oft erfitt og Margrét gerði vel að loka þessu færi. Hulda, Þórhildur kemst í gegn og skorar 2-2. Aldís og Ásdís kemur út á línunni, kemur kerfi í gang, Marta með skot, þetta verður Margrét í markinu. Hulda, Þórhildur með skot sem Ásdís verður í vörðinni, Aldís sækir frákastið og fáum fríkast, frábæð vörð þarna. Ásdís snögg átta sig.
Aldís Ásta á miðinni, ungur efnilegur leikstjórnandi. Steinun á Kolbrúnu. Kolbrún með skot á gólfinu sem að fer í varnarmann og inn. Þessi telli að mikið og hinn. Óli miðja, segir Hörður Aðalsteinsson. Jonni á bekknum bent á þetta. Enda dómara sonur þessu undirritaður, Maggi Jónatans var mikill dómari. Ára Þórhildur, leikstjórnandi HK. HK sem stendur í 3. sæti deildarinnar. Og hér kemur Þórhildur með skot og þetta steinleikur, fast skot, 3-3. Og þá komum við hratt. Marta, Kolla inn á miðju, finnur Aldísi. Aldísi yfir á Mörtu, þær halda árásinni áfram, hægja ekkert á. Kolla, og það er brotið henni og fríkast dæmt. Marta og Aldís, sóknum komin í ganga, nýjan leik. Mikil stemming í húsinu, vel mætt. Stelpunar eiga líka svo fyllilega skilið, ekki bara að tapa heimaleik en það í vetur. Aldís, Steinun yfir á Kollu. Kolla horfur á markið, finnur Aldís í hinum megin og stiltur fyrir Mörtu. Marta fer ekki í lofti, finnur Kollu í hinum megin. Heldur í hálsinn á henni hérna en dómarinn leyfir leiknum að halda áfram. Og Aldís í gegn! Og fær ekkert, heldur fáum við gult spjald á leikmann nr. 10 fyrir að sennilega fara í hálsinn á henni Kollu. Hann er á undan. Jónatan vildi vítakast en Hörður Aðalsteinsson gefur honum bendingu á það að hún hafi fengið frítt skotun Aldís. Við skulum ekki byrja leikjuna því að rengja Hörð en hann ræðir hérna stuttlega við Jónatan. Jónatan aðstoðar landsliðsþjálfari A-landsliðs kvenna og mikill fengur fyrir K.A. Þór að fá hann norður til að stýra þessu liði. Hann er ásamt í að vera yfirþjálfari yngri flokka. Hér er það Hulda Bryndís hægra megin og Þórhildur, línumæðurinn kemur út, Rakel. Þetta er svona klassískt kerfi sem fyrir í gang, mörgulega að spila svipa kerfi. Hvort að landsliðið kallir ekki Kaíró. En árásin heldur áfram. K.A. Þór stendur vörðina vel. Þórhildur. Og þetta er skot sem vörðin vel og HK einkastið. Berglind í vinstri skiptunni. Þórhildur á miðinni. Hulda. Aftur kemur línumæðurinn út. Og það er hafa stöðuskipti, Berglind og Þórhildur, allt miðað út frá því held ég að gefa Þórhildur skotfæri. Þetta stelur Katrín Vilhjálmsdóttir boltanum. Frábæra gert og Kata er snögg. Og Ásdís er verið sneggri. Og hún skorar! 4-3. Frábær vörn hjá Kötu sem fann síðan Ásdís í hraðablöpunu. HK stillir upp í sína sókn. Þórhildur stjórnar spilinu sem fyrr. Kemur leysing úr hægra horninu. Og Berglind og Þórhildur hafa stöðuskipti. Þórhildur í árás. Berglind með skot á gólfinu, steinleikur. 4-4. HK, bæði liðurunni hafa verið að skjóta mikið á gólfinu upphafileiks. Það verður Aldís Ásta og Marta. Aldís kalla kerfi. Stýrir Ásdís á línunni. Sýnust þú jafnvel að vera að kalla Ásdísi út eða hvað? Nei. Kemur klipping við Steinun úr vinstra horninu. Kollag, Steinun leysir henni inn. Aldís. Finnur Steinun á línu. Og Steinun fær vítakast. Varnarmenn HK inn í teignum. Samkvæmt Herði sem stóð alveg við þetta. Og það er Marta sem ætlar á punktinn aftur. Byrjar á því að þurrka boltanum við gólfið. Hún greinilega veit ekki hvað það er að vinna í íþróttahús og þrífa harpiksa á gólfunum. Ef að Gunni Húsvörður myndi sjá þetta, hann myndi ekki brosa hringinn. Það er alveg víst. En spurning hvort að Gunnar Ernir, vinur okkar, henda á tónlist. Hann er ekki vanur að klikka svona. Hanna. Það er þyrnir oss aftur með greifunum. Marta allar á punktinn. Margrét til varnar. Og Marta skorar en Margrét var í þessum. 5-4 fyrir K.A. Þór eftir 9 mínútna leik. Berglind og Þórhildur róar þetta niður. Stillir upp, stýrir línumannum, Rakel á línunni. Kemur út Rakel núna.
Og Þórhildur og Bergur kemur leysingu hægra hóttinu með, þetta er einhver útvarsla sama kerfinu. Konar 2 línur, Steini til varðar Huldu, Berglind, Þórhildur með flugbraut. Reynda að finna línuna en Marta las þetta eins og ævintýri fyrir börnin sín á kvöldin. Og Þórhildur áfram, Berglind, Jónatan biður Björk dómara að hafa, setja hendina sér fyrst upp. Hér er það Berglind, sækir á, Börkur dæmir. Ég er sennilega svona tvígrip, boltinn fór upp fyrir öxlina og ætlaði hann hafi ekki séð eitthvað athugavert í þetta. Við verðum að trúa því. Sjáum að Benedikt Guðmundsson, þjálfari körfuboltaliðs Þórs er mættur á völlinn. Flottur gæi Benni. Ásdís kemur út, Kolla, finnur mört í klippinguna, Marta út á Kötur sem var mikið pláss í horninu, hætti við að hvað? Nei, fyrir gegn og kloppar Margréti. Frábært mark, 6-4, K.A. Þór. Það gekk kerfið vel upp. Kata nýtti hvað hann snögg á fótunum, fintaði varnarmanninn og slapp í gegn. Þá er kominn nýr leikstjórnandi og Þórhildur færist yfir í skiptuna. Ágústa Huld er kominn á miðjuna og Berglind fær að hvíla sig aðeins. Og hér kemur Ágústa, reynir að finna Huldu. Hulda, Þórhildur fyrir gegn, fríkast. Hulda Bryndís náttúrulega uppalinn hér í K.A. Þór. Spilaði á síðast tímabili með liðinu og hörku góðu leikmaður. Er svolítið nýtt hægra megin þráttur að vera rétthent, marga kosti sér skytta. Hulda sækir á, finnur Þórhildur á Ágústu. Ágústa finta sig í gegn, skýtur í slána. Þá koma heimastúlkur hratt, Aldísa flugbraut. Og hérna fáum við 2 mínútna brottvísun. Og Hákon Hermansson Brytti er ekki sáttur með þennan dóm. Og Hörður rífur upp gula spjaldið jafn harðan. Hákon hann er skapmikill, en hann er bara ástríðufullur fyrir leiknum. Ég er mjög gaman að Hákoni persónulega. En K.A. Þór leika einu fleiri næstu 2 mínúturnar. Það var Þórhildur sem fekk 2 mínúturnar. Aldís, Marta, galopna vinstra hornið, Steinun í gegn, þetta ver Margrét vel í markinu. Margrét er einslu mikill markmaður vandanum vaxinn. Lokaði þessu færi á Steinunni vel. (6-4) og þær koma rólega í sóknina núna. HK Elva Arinbjarnardóttir er komin inn í vinstri skiptuna. Ung og efnileg stelpa. Ágústa, Elva, Hulda Bryndís. Reynir að finna línuna sem það er leyst inn og það er brotið að henni, hárréttur dómur og Börkur veifar gula spjölduna á Kötu fyrir peysutók sannlega. Þarna hafði hún laumað sér inn á línuna, hún Karen Kristjánsdóttir, hægra hóttamaður. Hulda og mikið stöðuskipti til skot sem vörðin tekur og Sunna klára síðan. Og nú koma K.A. Þór hratt, Ásdís komin inn á línu. Við erum einu fleiri. Kolla á Aldísi, Aldís á Mört og Marta komin í gegn upp á stöðinu sinni. Milli 1 og 2 og þessi steinleikur 7-4 og þá tökum við okkar fyrstu skiptingu. Erla Hleiður Tryggvadóttir er komin gegn systir sinni í vördinni. Þær hafa nú háð nokkra baráttunar inn á vellinum, bæði sem samherjar og mótherjar. Og ég veit að Erlu og Huldu þykir þetta reyndar engin draumast að spila á móti hvornari, sérstaklega ekki í vördinni eða þess gegn hvornari. Hér kemur leysing, þannig að Erla sleppur við að þurfa að brjóta Huldu í þetta skiptið eða hvað. Ágústa fær fríkast. Það eru 5 sekúndur í leikmann HK og þær hafa náð að dríja sóknuna ágætlega. Og þá kemur hún Berglind inn á, nei Rakel fyrirgefið inn á línuna. Og frábær sending en fyrir fótinn nærreindis á boltanum sjálf. Og hér er vítakast dæmt og Marta fær gult. Marta, svo sem kannski veit fyrir sökja, en hún vildi meina hún hefði haldið í boltan, en þetta er sérlega hárréttur dómur. Þannig að Þórhildur Braga kemur á vítapunktinn. Og
Og hér kemur vítið, Sunna til varnar og Þórhildur skorar. Kara Rún komið í vinstra hornið. Steinunn fær hvíla sig aðeins. Og Erla heldur sókninni líka, þannig að Ásdís er komin í smá hvíld. Erla gríðarlega reynslu mikill línumaður. Áfram óbreytt fyrir utan, Marta, Ásdís, Aldís og Kolla. Aldís, Kolbrún og Aldís aftur. Erla kemur út. Kolbrún horfir á markið, fint af Þórhildi, Þórhildin er að stoppa hana. Mikil stemming í HK-liðinu. Aldís á miðinni, aftur kemur Erla út. Nú kemur Kolla með hann strax á mörtu. Kolla fór í árás á hann og kemur Marta í árás á hann með Erlu með sér snúruflita. En flautað, búið með skrifin. Einn hægri strax, kalla Jonni, þá fyrir Kata inn úr horninu. Og Aldís kemur í árás og Marta. Aldís. Lína dæmd á Kötu sem hefði leist inn fyrir. Og þeir taka fríkastið á vittur í stað, annars fyrirmynda sending á Þórhildi. En hörðu flauta boltan aftur inn í teig, enda línan dæmd og þá verður markmaðurinn að taka fríkastið. Og Hulda Bryndís, Berglind, Þórhildur. Fyrirgeðið Ágústa á miðinni, Ágústa út í hornið. Marta kemur strax að stoppa boltan. Ágústa sá hann aldrei, flottu vörð hjá Mörtu. Þórhildur og Ágústa og Hulda sækir á systir sína. Þær eru nýkomnar saman úr 2 vikna siglingum Karabískahafið. Það er systur á svona fjölskyldu. Og ég veit það voru mjög duglegar að æfa saman á skipinu í líkamsræktinni þar. En Hulda fintar hann hennar og reynir skot. En frábær hjálpavörð frá Aldísi. Hulda búinn að sækja núna tvisvar á Erlu. 1-1, fyrir skipti náði Erla brjót og hitt skipti náði Hulda fintana. Svona skemmtilegt einvígi inn í leiknum. Þórhildur upp. Frábærlega varði hjá Aldís í vörðinu og Sunna grípið þennan. Með langa sendingu gegnum klofið. Og Margrét ver í markinu. Þetta var eiginlega ótrúlega lygileg sending en hún boppaði í gegnum klofið á Ágústu. Og Kata fekk fínt færi en Margrét lokaði vel í markinu. En HK tekur leiklegistunni 7-5 eftir 15 mínútur og 49 sekúndur. Og þá setur Gussi á Mýrdalsand með GCD. Það er rigning og kull. Það eru fleiri góðmenni mætti í hús, annar en Benni Guðmunds. Ég sé Hjalti Reynsir hérna, stjórnarmaður HSI, mikill meistari og öðlingur. Og sömulegis Steppi Jó, herra Akureyri TV. Jæja, þá er leikurinn að fara í gang á nýju. Hákon Hermansson Bruddi er að þurrka vatnagólfinu með skónum. Sækir sér peysu. Hákon greinilega vanur að skúra heima á sér. Hann er ennþá að skúra drengurinn. Ennþá er hann að skúra. Og hann verður út að Hákon líka konar vel á stað í sóknina. Ágústa, Þórhildur, Ágústa á miðinni, Hulda. Og Sigríður í horninu, sækir á, kemur stiflun á stað, Þórhildur, Ágústu yfir á Huldu og þetta er út af. Klaufagangur í sóknarleiknum hjá HK. Sennilega var það ástæðan fyrir leikliðinu, bara búinn að skora 5 mörk á 15 mínútum. En 16 mínútum, alltaf upp! Stöngina, Kolla tekur hrókastið, fyrir í gegn og fær vítakast. Þórhildur braut á hann í þarna. Þessu fylgdi ekkert spjald nýja 2 mínútur, þannig að þetta er bara vítakast eftir bókinni. Og Marta Hermanns allar á punktinn, 3. skipti í leiknum. Margrét til varnar og var hans í nált í að vera síðast, en ég hef enga trú að Marta láti það gerast aftur. Jú! Þetta ver Margrét, frábærlega varið.
Ólafur Víðir, þjálfari HK, kallar inn á að það eru að taka 5 hægri. Við fáum að sjá hvað það er hérna. Næst, segir Ágústa, miðinni. Þá kemur væntanlega hérna, byrjar Hulda. Skiptir stöðu við Ágústu. Þetta er stöðuskipti, já, flott vörn til Aldísi. Hulda hirðir upp lausaboltan. Þannig að þetta er komið í eðlilegan farveg aftur. Ágústa á miðinni. Mikið baráttun á línunni hérna. Og aftur sendir Ágústun út af. Erla Leður gerir sig líklega til að fiska hann af systur sinni. Þá kallar Jonni Kíl á móti. Þá þetta stelpunar í K.A. Þórhallstöð við leik hér í Kíl. Einhver vísun í Alla Gísla. Erla Leður býður sín á línu. Aldís. Þá kemur klippinginn við hægri hóttamanni Kötu Viljáns sem sækir hreinlega bara á sjálf. Og Börkur stoppar þetta. Enda Kata komið með skrefin. Og leysir út. Og Jonni segir aftur, þannig að við fáum væntanlega aftur svipað kerfi. Erla Leður staðsett milli 2 og 3. Og Aldís klippi við Kötu. Kata kemur bara hreinlega í ára sjálf aftur. Finnur Aldísi sem finnur Koll út í horninu og Koll í gegn. Og skorar. Þetta hefnaðist vel. Kata fekk að fara þarna óreitt landi fyrir punktalinn og dróði sér varnamann. Hulda, Þórhildur. Kemur Þórhildur aftur í vinstri Hulda á miðuna. Og hún er komin, Elva Arinbjarnar komin hérna hægra megin. Og Hákon stillir upp, Hulda orðin leikstjórnandi. Kallar Rakel út, línumann. Og leysingur hægra hornin í leiðinni. Og þetta Kara hérna inn á miðuna vörðina. Þórhildur dæmt skref á hana. Aldís með langa setningu og Kötu, Kata er langt fyrst. Og Katrín og aftur ver Margrétin Sandra Kristín nær frákastinu og skorar. Það spurning hvort við setjum stóðsendingu og Kötu fyrir þetta. En Margrét varði hraðflöfu mjög vel í slána og Sandra var fyrst að átta sig. Og fekk hann að náðast opið mark til að skora í. En mjög virðingavert að Sandra fylgja Kötu sér hraðflöfu. 9-5 er staðan. Hulda áfram á miðinni. Þórhildur, Sigríður í horninu, fær vítakast og gullspjald á Söndru þáttur hún hefði skorað, hann kann ekki stíga á línuna. En þarna var hreinlega Sandra að horfa eitthvað allt annað held ég. Ólafur Víðir minni sína stúlkur á að hlaupa tilbaka. Þórhildur á línunni gegn Sunnu. Hvað gerir hún? Hún skorar. Marta, Aldís, út í hornið á Köru, Kara, frá, nei, þetta fór í stöngina, kloppaði Margrétin og sennilega farið í hælinn á hennu og stöngina, það koma strax í árás, nú er Sandra komið langt út á Huldu, Hulda að finna sig og Sunna ver, en innkast sem HK á, það er róa niður 9-6. Mikill æslagangur í leiknum, mikill hraði. Hulda, Þórhildur. Sóknarleikur HK snýst svolítið hana Þórhildi. Sjáum hér, kemur hún í árás. Hótar að fara upp, Aldís. Og Elva Arinbjarnar, þetta er skot sem vörði tekur. Hottkast dæmt. Aldrei skýra okkur varnarmenn fagnar svona þegar verja skotin. Hörður hefði alveg víst til að dæma bara markkast. Vörðin ekki fagnar svona svakalega. Þórhildur á miðinu núna, Hulda vinstra megin og Elva hægra megin. Og kemur Hulda í árás, upp og framhjá. Hulda skottföst með eindæmum. Sleggja. Þrír hægri. Aldís, Kolla, Aldís, Kata komin út fyrir, sækir á, með skot á síðuna á varnarmannum og framhjá. Miðað við svipurinn á Jónatani þá var þetta ekki það sem hann vildi akkurat þarna. En hér er Elva og Þórhildur með flugbröð skref, já, hárrétt dómur, löngsætti fram á Kötu með Huldu í bakkjur, það er brotið á henni. En hvorugur þeirra virði sjá þetta og Kata er ekki sátt, enda hélt Hulda í hana. En Hörður náttúrulega hreinlega sennilega sneri bakki í þetta, nei, Börkur.
Þeir ræði eitthvað saman sín á milli í headphone-unum. Jónatan yppir öxlum á bekknum. Þeir áfram spjallaði, það er gaman að sjá dómarana með headseti, þeir eru duglegir að spjalla sín á milli. Hér kemur klaufagangur í vörn KFþórs en frábælega væri á sunnu, nú kom það hratt. Einu fleiri, Marta. Og það er fríkast. Og Jónatan tekur leikhlé, komin svona 1 mark og 1 dauðafæri og hákaði sem stelpuna voru hreinlega bara ekki að fylgjast með í vörninni. Þá fáum við sódóma með sálinni hjá Gussa. Fagmaður hann Gussi á mæknum. Fyrir áhuga saman verður Gussi að spila á pósturspart annað kvöld. Sunnudagskvöldi. Leikurinn komin í gang aftur, KFþór í sókn. Marta með skemmtilegt trix á Steinun í horninu sem skýtur í innri stöngina. Og aftur fyrir Margrét með fín tilþrifandi í markinu og lokaði vel og Steinun sett hann í innri stönginu og aftur fyrir. Þannig að nú geta HK minkaði 2 mörk, staðan 9-6. KFþór í vil, 22,5 mínútur búin að fyrir hálfleik. Hér er það Hulda á miðinni, Elva hægra megin, Þórildur kemur í árás, Óttar fara upp, hætti við, Elva, Hulda, hrattspil í hákonuna, Hulda fyrir á kötu, Katrin sneggur á löpunum, Sigríður og Elva með skot hátt yfir markið og Ásdís fær þetta smá högg en stingur við aðeins en það er ekki langt. Úlingalagsmaðurinn Ásdís í 19, hér kemur skelfileg sending frá Aldísi, Marta missir hann og HK kom upp, þetta var klaufalegt og já, þetta var leikmaður nummer 17. Tinna Sól Björgvinsdóttir komin hann inn í hægra hornið örfend. Kolla fær fríkast. 9-7, fullmikið af klaufamistökum hjá heima á sættónum í KFþór. Aldís á mörtu. Marta og Aldís aftur og Aldís yfir á Kollu. Kemur Ásdís út, Erla fær hann á bekkinn aftur. Marta með skotagólfinu sem Margrét leggst í hornið og ver. Góð markvarsla, Hörður ætlar að veifa spjaldinu. Þá er þetta sennilega í síðar skipti sem hann veifar þessu gula spjaldi því að þau eru komið 3. Þá er það 2 mínútur næst. Þetta var Rakel Sigurðardóttir sem fekk spjaldið, nummer 7 hjá HK. Hulda á miðinni, Þórildur komin hægra megin og Elva vinstra megin. Það eru duglegir að skipta þessu stöðu á milli sín HK-stelpunnar. Hulda sækir á og reynir að línusendingu, frábær vörð hjá Mörtu. Bara sunna fram á Köttu sem er komin undan eða hvað með Kollu með sér. Lætur hann detta fyrir Kollu sem að fyrir alla leið og fær fríkast en markastan var stórkostleg markvarsla. Já, þetta var markvarsla á heimsmælikvarða. Kolla, Aldís, Marta, Aldís aftur, Kolla í klippinguna, yfir á Mörtu. Marta fer í árásmiðl 1 og 2, missir boltan og fær ekki neitt fyrir sinn snúð. Þeir hafa eitthvað að minnka dæmafélagarnir. Elva kemur í árásmiðl línumanni með sér, Þórildur á miðinni gegn Mörtu, Marta er sterk, vinnur boltan alveg svo hinum megin sem hann var tekinn af Mörtu og ekkert dæmt. Þannig að þetta er KFþór sem fer í sókn. 9-7, 5 mínútur eftir að fyrir áleik. Marta, Aldís, Marta aftur, bara aftur á línunni hana milli Rakelar og Ásdísar Guðmunds.
Ásdís kemur hérna milli 1 og 2. Marta, Steinun leysir inn. Kolla, hún fyrir upp og hún skorar! Þvílík negla beint í Samúel. Margrét biður liðsfélaga sína afsökunar hafi ekki varið þetta en hefði nú ekki hver sem varið þetta. 10-7 staðan. Elva og Hulda, Rakel kemur út. Hún kemur kerfið Háka hægra megin frá. Elva á rás og fær snertingu en framhjá og þeir eru búin að setja þessa línu greinlega að það er ekki tvöfaldi sénsar. Kolla driblar upp, finnur Mörtu í klippingu, Marta á Aldísi, Aldís reyna að koma út í hotn á köttu en frábær vörn hjá Sigríði. Aftur leysir Steinun inn. Aldís, Marta sækir á með Ásdísi með sér en ekkert dæmt þarna. Hákon sækir upp, Þórhildur driblar. Það þarf að koma í árás Ásdísi, hætti við, finnur Hulda á miðjunni. Hulda með skot og mark. 10-8, Hulda Bryndís Tryggvadóttir. Hörkuleikur, mikið í húfi. Og stoppa Bóas Börkur leikinn. Börkur Bóasson fyrir ekki við. Og leikurinn komin í gang aftur. Aldís, Marta, Aldís, no pláss. Kolla kemur í klippum, komin að langt í vinstra með Marta, milli 1 og 2. Steinun og Margrét ver. Og samt stóða tværað inn í teig en ekki dæmt. Margrét búin að verja virkilega vel í fyrir áleiknum. Það er að Hulda. Í einfalda 50 með skotstöngin inn og verandi 10-9. 2,5 mínúti eftir. Hérna koma KF stelpunnar. Aldís driblar átt af vörninni en er stoppuð strax. Kannski óþarfi að láta það stoppa sókn okkur svona auðveldlega. Steinun, Marta með skot á gólfinu og skorar! Frábær skot hjá Mörtu, reynslu bolti, frábær skytta. Þórhildur kominn strax inn með 2 mínútur eftir, 11-9 staðan, Hulda kemur í árás á Mörtu, finnur 11. KF Þór að stoppa og hægja sókn í Háka og það er róa niður. Elva og Hulda, Rakel kemur út á línunni. Það hefur Hulda stöðskipti við Þórhildur. Og Hulda ná ekki að góðu sendingum hana. Elva í árás. Marta fær 2 mínútur. Fór hana klaufalega aftan í hana Elvu. Þannig að KF Þór leikur einum færri það sem eftir fyrri hálfleiks og fyrstu 30 sekúndarum seinni. Spurning hvað gerist núna. Aldís Ásta Heimisdóttir ein í miðri vörninni með Kötu og Ásdísi Guðmunds við hliðina á sér. Þórhildur leikstjórnandi, Elva hægra megin og Hulda vinstra megin á Háka og Rakel á línunni. Hulda á Þórhildi og svo út í horni hægra megin á og hún skorar nær hornið. Tinna Sól Björgvinsdóttir. Ólafur og Hákon, þjálfara Háka virtist alltaf að beða að taka Mörtu úr umferð en áttu við síðan á því að hafa Marta sér þekkt tveggja brott í sunnuna. Þannig að það er spila aftur á línu Háka einum fleiri. Já, meðan KF Þór tekur markmann á markinu og við spilum hérna 6-6 í sókninni. Sunna sérst á bekkinu og inn á kom Ólum Marín Hlínsdóttir nr. 5. Komin í vinstri skiptuna, Aldís driblar. Stoppuð, vinnur þarna tíma. Kolla, staðan 11-10, hálf mínúta eftir. Aldís, Kolla í gegn!
og fær vítakast, vel gert hjá Colin. Margrét, hún varði, hún má eiga það Margrét, hún er búin að langbesti maður ákvæði fyrir áleiknum. Og þá er það Steinunn Guðjónsdóttir á punktinum. Og hún skorar, vel gert hjá Steinunni. Og nú er það bara að standa síðustu vörðina, 14 sekundur. 10 sekundur, ég ætla að reikna með skot fyrir Þórhildi Braga hérna. Hulda, finnur ekki Þórhildi, heldur Sigríður Hoddir sem fyrir þröng og færi sunnaver. Og Steinunn, Ólöf. Og hann rennur út. Við reyndum hann að hraðablöð þegar lítið eftir. Þannig að við förum inn í hálfleikinn 12-10 yfir og byrjum í vörn í seinni hálfleik. Þannig að við þökkum fyrir hálfleikinn í bili. Við förum í tölfræðina. Þar er Þórhildur langmarkaðist, hún með 4 mörk hjá HK, Hulda Bryndís með 3, Berglind Þorsteinsdóttir með 1 og Tinna Sól Björgvinsdóttir 2 hérna á hægra horninu. Hjá K.A. Þór er Marta Hermannsdóttir markahæst með 5 mörk, Kolbrún Gía með 3 og nokkur fisku víti. Steinunn, Ásdís, Katrín og Sandra Kristín með 1 mark hver. Tökum okkur örstunda pásu, ekki fara langt.
Já, komið sæl og velkomin seinni hálfleikinn. Býst innilega afsökunar að vera svona seint. Ég var í kaffi, helvíti gott kaffi hjá okkur og brauð á bakkanum með brúna, þökkum fyrir það. En staðan 13-12, K.A. í sókn, K.A. Þór í sókn. Og við fengum Aldís fekk 2 mínútna brottvísun eins og þið sáuð sem voru að fylgjast með. Og hér kemur Katrín, Kolbrún. Og þetta verður Margrét í markinu, hún heldur uppteknum eitt frá því fyrir hálfleikum. Og nú hafa HK möguleika að jafna. Hulda og Þórhildur. Hulda aftur. Ágústa og út í horn. En döpusending af 2 sekundir að mannin, kemur Aldís inn á. Spilur út að fiskja hann ekki bara. Nei, Ágústa sá við þessu. Þórhildur. Og Rakel út af línunni, Þórhildur aftur. Hulda. Þórhildur. Það skot sem framhjá. Langur boltinn á Sunnunni og Steinunni, frábært lík á Steinunni, en Margrét er þvílík markvarsla og þvílík sending frá Sunnu. Þarna verða stelpunir að nýta færin betur. HK gefur nýja sókn, getur jafnað. En Kata stelur boltanum með búið að dæma fríkast. Þórhildur. Hulda. Ágúst á miðinni. Ágústa. Hulda. Tinna í horninu. Leiðir línusendingu. Þetta gerir vörnin vel. Rakel vildi reynda að fá fríkast og skilja hann að mæta vel. Komast K.A. Þóttelpunar hatt Aldís í árás. Grimm! En það er fríkast. Það er búinn að skipta boltanum yfir í vinstri hendi, hótaði skot með vinstri. Það hefur verið stórkostlegt að sjá það. Já, leikurinn komin í gang, Aldís, Marta, Aldís, Kolla, Aldís með hann áfram. Og Aldís í gegn og skorar þvílíkt mark. Mikilvægt mark. Stelpum að koma aftur 2 mörkum yfir 14-12. Maggi Sigurðóla stendur kankvís fyrir stóðvallinn og fylgist með. Það er Ágústa og Hulda, Ágústa, Þórhildur. Rakel út af línunni, þetta er sama gamla góða kerfið á HK. Hulda með fintu, reynir að finna hornamenni, gerir það, Tinna í gegn. Og nú er Sunna og Aldís hirðir frákastið. Steinun, stingur niður og róar þetta, hvað er Hulda nálægt í að stela boltanum? Lævísun Hulda. Koma stelpunnar óbreytt, staða fyrir utan hjá þeim. Aldís á miðinni, nú leysir Kara inn á vinstra horninu. Það fara langt út í mörtu, þannig að nú kemur Aldís í árásina. Finnur Kollu, Kolla með opim, nei. En HK vörði gerir við stelu boltanum. Og þeir þurfa að passa sig HK-þjálfararnir, þeir eru komnir spjald, þeir voru ekki ánægðir með þennan dóm. Vildu meina að þeir eru stólið boltanum löglega. En Börkur Bóðs og öðru máli, Marta upp með skot í vörðina. Og þetta er hotkast. Kata tekur hotkastið, réttir með Kollubolta, það er þetta ólöglegt en Hörður leit fram hjá sér þetta skipti. Kemur Aldís inn yfir til að taka fríkastið, komur löng sók, stýtst í hendina. Hér kemur leysing frá Kötu, Marta í árás, upp á 13 metrunum, skot í vörðina, fyrir Fróðbolta sjálf og fær vítakast, nei, fríkast. Þráttur að hún hafi legið ón á Rakelarni í vörðinni og inn í teig en fríkast dæmt. Og þá kemur væntanlega hendin upp, já hér kemur hún, 6 sendingar. 2 komnar, Aldís í árás. Finnur Kollu sem að missir hann og Hulda tekur lausaboltan. Langa sendingu fram á sem heppnast ekki. Þetta var leikmaður með 6 komin inn á vinstra hornið. Það er Kolbrún Arna Garðarsdóttir. Nú er það Kata og Adalei Kata. Og hún skorar
og fær högg á síðuna í leiðinni og liggur eftir og Margrét kastar inn á boltanum í þokkabót. Kata liggur hérna hálf þjá, sýnist mér. Það er eitthvað aðeins að Kata liggur, grjóthörð. Jónatan kemur inn á hugaðinni. Vonandi í lagi með hana. Mikilvæg hluta liðinu, Kata Viljáns. Já, hún stendur á fætur. Heldur öxlina sínst mér. Áhorfendur klappinn í lofi lóa. Sandra Kristín Jóhannsdóttir gerir sér klára. Fær sér piks. Kemur inn á. Kemur þá inn á í bakkarinn í vörninni eða hvað. Já. Grjóthörð Sandra Kristín. Ég er jafnvel til í að leggja undir hún verið komið með guld eða 2 mínútur á næstu mínútum ef að sækja mikið á hana. Hún lætur finna fyrir sér. Hún var á Hulda Bryndís. Hægra megin. Karin í horninu. Þórhildur. Og fer á Söndru. Og finta sig gegn og að víti. Og liggur aðeins eftir. Nei, stendur á fætur. Vítakast dæmt, hár rétti dómur. Sandra aðeins á eftir henni. Þá kemur Heiðbjört Anna Guðmundsdóttir í markið. Systir Geirs Guðmundssonar, leikmann Sessanrani í Fraklandi. Vinur minn Þórhildur. Hvað Heiðbjört er náttúrulega að verja en Þórhildur skorar ekki hennu klóði á henni. Marta, Aldís, Kolla, Sandra í hægra horninu. Erla leiðurinn á línu. Kolla í árás, finnur Ertu það hvað? Nei. Björkur dæmir fót á Kollu en K.A. Þórhildi fríkast. Það er ekkert launungamál. Hér er dæmt lína, Óli leysing, eða línumann fór inn í tegin, ætlaði ekki verið Rakel. Og þá þarf markmann að taka fríkast eins og aðan. K.A. Þór getur aukið muninn í 3 mörk með marki hérna. Staðan er 15-13. Kolbrún, Aldís, Marta, Aldís, Kara og Kolbrún. Fín vörn, vantar örlítið upp á að Kollu þannig komst í gegn. Aldís á Köru. Kara, þetta er lesið að Þórhildi og hún hleypur upp Kara á eftir henni, lætur hann að vera og fær 2 mínútur en hún snert hann ekki. Þetta er vægast sagt vafasamur dómur því að það sást langa leiðir hún hætti við að snert hana. Jónatan og Valdi þjálfari eru ekki sáttir, skiljanlega. 15-14 og við einum færri í næstu 2 mínúturnar. Aldís, Kolla og Erla dauðafrí á línunni og Erla leiður skorar! 16-14, frábært mark, einu færri. Þá koma Háka á einu fleiri. Kemur Rakel, nei hún kom ekki út á línunni þetta skipti. Það væntanlega eitthvað annað kerfi núna þegar einu fleiri. Gæti giskað miðjumaðurinn með leysi. Hulda í árás og finta mörkt upp úr skónum og skorar. Frábær finta Huldu. Minkar muninn aftur í 1 mark. 16-15. Og þá takkaði Mörtu úr umferð, alveg úr umferð. Einu fleiri. Berglind Þorsteinsdóttir fær það verðu að verkefni taka Mörtu út. Ára Kolla og Sandra. Sandra það bara í árás. Er í árás og fær fríkast, vel gert hjá Söndru. Vinnutíma, snýst allt það, þeir eru einu færri. Aldís á Kollu, Kolla á Söndru. Sandra, Kollu og Rikki frá hættilegis og opna fyrir Aldísi. Aldís á Kollu. Þórhildur,
góð í vördinni fyrir hann í hálsinn, Kolla kvartar. Kolla Aldís snýr á Huldu, fær fríkast. Þetta fær hendin komin eða er að koma. 3 metra frá með vördina. Marta fær hann, Erla í blokk. Kolla með skot að gólfinu. Margrét grípur, vördin tóka fyrst. Og Margrét með langa sendingu fram, hættulegu leikur, frábær sending. Og þetta gerir Kolbrún Arna Garðarsdóttir vel og jafna leikinn í þann mund sem að 7. leikmaður Þór Káa kemur inn á. Káa Þór. Og því jafnt í liðum, 16-16. Þetta verða rosalega loka mínútur hérna. 19 mínútur eftir, eða 18. Setti trú á því að einhver áhorfandi væri strax fætinn að næga sér neglunar. Þar á meðal Stebbi Guðna í Svíþjóð. Kata og Kara. Kara enga sendingamöguleika. Brjóta hann sem betur fer. Pínu vandræðagangur og sóknarleik heima liðsins núna. Marta. Og á Erla í þröngu færi. Og Margrét ver, stendur og lokar vel. Þá getur HK komist yfir í fyrsta skipt í leiknum. HK. Þórhildur. Hulda. Inn á línu Rakel. Sem skorar. Og þá er staðan orðin 17-16. Og þá tekur Jónatan leikhlé. Nauðsynlegt leikhlé, búið góður kafli á HK eftir að við vorum 16-13 yfir. Leikurinn verið ganga aftur, Jónatan væntanlega messa vel yfir sínum stelpum. Það er heitt í húsinu og hann flautar leikinn á ástæð, færi HK-lið á staðinn með einhver stelpur. Nei, ná ekki að fara í gegn. Þarna voru HK-stelpunar að slóra við vassbrunninn og lengja skilabrúsum á sér. Bara Marta og tvær fyrir kast. Nú er Kata komin aftur inn og nú í vinstri skiptuna, Aldís fær smá kvild. Marta á miðinni. Ertin á línu, reynslu mikið liðinu á Káþrónuna. Kara á steinunni í hornunum. Ára Kara. Hún sækir á. Sér hann opnun og Kara er með skot sem fer framhjá en fær fríkast. Ekki kannski samræðin við dómgæstina í leiknum en þetta Ólaði Viðir settur upp svona látbrásleik á hliðlunni. Þið sjáðu það í myndavélinni. Kata. Marta sækir hver í hornið. Kara lendir í pínu sendingamandræðum. Hendi komin upp Marta á Kötu sem verður bara að koma í ára og sönlega. Kata í gegn. Og Margrét ver! Hún lagðist í hornið. Ég skil hreinlega ekki hvernig það skjóti ekki meir uppi. Hún er bara að loka rammanum niðri. Þá kom HK, Þórhildur, Ágústa, Rakel, Þórhildur. Þeir beiti fá ekki Erla, fótur! Já, fótur dæmdur á Huldubrindisi. Sendingu fram á Steinunni. Steinun fær Þórhildur beint í andlitið. Og væntanlega 2 mínútur. Þeir beint í andlitið á henni. Og hörður rekord út af. Steinun harkar þetta af sér.
Koma. Steinun tekur innkastið, Kolla, Kata í gegn og nú skorar hún! Frábært mark, 17-17 og nú eru stelpunar í K.A. Þór einu fleiri næstu eina mínútuna á 35 sekúndurnar. Átökur HK leikli. Ólafur Víðir vill fara að ræða eitthvað við sína stelpur. Bæði lið eiga þá 1 leikli eftir. Þá fáum við eitthvað lag frá gussanum. Rennum við mörkin á meðan. Marta er áfram 5 mörk, Kata kom við 4, Kolla 3, 1 mark á einunni Kristínu. Þá fáum við aftur, nú eru það utangarsmenn, Kyrrláttskvöld, Gunnar Erdir með íslenskt þema í þessu dag. Gaman svo að geta að Gunnar Erdir er meðlimur hljómsveitarinnar Hamrabandið, eitt besta band á Íslandi í dag. Og hann er eitt besti gítarleikari landsins, þrátt fyrir að það er ekki nýja gítar. Og hann er ekki bara ruggsamur kynnir og góður tónlistarstjóri, heldur að frábær gæslumaður og með tveimur orðum rak hann alla krakka vellinum, þetta leikur að fara í gang á nýja leik og við fáum síðustu 15 minnar í gríðarlegri spennu. 17-17, HK unnu færri næstu mínúturnar, eða næstu 1 mínútu og 21 sekúnduna ef við á að vera nákvæmur. Það er still upp í sína sókn, þær taka markmanninn ekki út af, heldur spila 5-6. Hefur reynst þeim ágætlega sem hafi leik, ekkert of vel og ekkert of illa. Stelpunna þéttar er vörðið en engin línumaður núna en það kemur vantilega leysingja, hún kemur úr hægra hornina, Karinsen leysir inn, Hulda, fát á sóknarleiknum í HK þannig að við biðjum hendinu upp. Berglind með hörkuskot en þetta ver Sunna Guðrún Pétursdóttir í markinu, frábær markvarsla. Kolla út í hornið af Steinunni og Kolla aftur. Kolla á köttu, Kata getur átti boltan fljóta gríðarlega vel á miðinni við mörtu vinstramenn, Hörður aðeins að stoppa leikinn. Og rekur Óla við á sinn stað, enda verður hann að vera þar sem svæðið útlita varmarbekknum er. Og hann þekkir þessar reglur drengurinn, sá strax að sér og blæs kúlu með tyggjónum sínu. Þeir eru mjög lítilríkir þjálfararnir hjá HK. Kata á miðinni, Marta, Kata, Kolla, Erla tekur rykkinguna línu við meinu fleiri og hann fór góð upp í færi núna. Marta, Kolla, út í, nei, það er fríkast. Ná ekki að koma boltanum út í hornið á Steinunni. Enda kannski ekki draumafæri að vera með réttendi hægra horninu. Kolla, Kata í gegn og skorar! Frábær kafli hjá Kötu. Það er að skjóta uppi á markmannin loksins. Enda Margrét varið frábærlega í leiknum. Sérstaklega niðri. Já, skotið koma niðri, hún er gríðarlega snögg á löpunum. Ára Berglind og Hulda. Að Þórhildur er í pásu, kemur inn á Rakel núna, jafnmargar. Þórhildur fær aðeins að hvíla sig þessa sóknarlana, Berglind vinstra megin. Ágústa miðinni, Sunna, Ágústa. Rakel kemur út, það er aftur þetta Kairó-kerfi, hringekkjan svo kölluð. Eins og kollegi minn Adolf Ingi kallaði þetta hringekkjuna. Rakel, Berglind með skot, Sunna var þetta í stöngina. Og Kolbrún inn á horninu og fær vítakast. Sem að þetta var stangudómur. Já, stoppa tíman, Jónatan fór spjald. Sunna til varnar og Þórhildur á punktinum. Og hún skorar á öryggi, fagnar innilega og kemur hættið að koma í skiptinguna. 18-18, 13 mínútur eftir tæpar. Kata spilar áfram fyrir utan. Kolla hægra megin, Kata vinstra megin, Marta á miðinni, Erlin á línu. HK spila þétt niður. Kolla,
Jára Ás komin ansi nálægt, sendir hann á Kötu sem hendir sér á að mista hann aðeins á honum, stendur heila bara upp og fer í gegn og skorar! Lýgilegt mark, ég segi ykkur það! Og þá æsist heldur betur í húsinu, fullt af fólki á svæðinu. HK stillir upp í sókn, mikil stemning á pöllunum, 19-18 fyrir KA Þór. Og Þórhildur fintar en Sunna Ver og fær vítakast. Börkur Bóarsson vissi sín í sök. Þórhildur aftur, hún fiskaði vítið, hún tekur vítið og Sunna til varnar. Hvað Sunna var tæp að vera þetta en Þórhildur skorar. Þetta var hennar 9. mark í leiknum. Dregið vagninn í sóknarleik HK-liðsins. En þetta tekið vel víti líka en Sunna hefur eitthvað meitt sig þarna. En að hrista það af sér en Heiðbjörk gerir sér klára fyrir utan að koma inn á ef að Sunna ekki að hrista þetta af sér. Vonandi bara í lagi með hana. Var ansi nálægt því að verja þetta víti. Marta, Aldís, Erla kemur út, HK kerfið. Aldís með plás, sækir á með Erlu með sér að skilja eftir fyrir hana en nær ekki alveg til boltar sem Erla. Mikill barningur á línunni. Spila þétt aftur, HK-lið, ekkert pláss fyrir línumanninn. Erla kemur út. Aldís á steinunni, pínu vandræðagangur sóknarleik KA Þór. Marta á Huldubrindisi, Marta upp og skorar! Það þarf ekki alltaf að vera fast en þetta söng í netinu. Þvílík íþróttakona Marta Hermannsdóttir. (20:19, 10 mínútur eftir. Þetta verður spenna fram á loka mínútu, ég get lofað ykkur í. Ég hreinlega tilbúin að leggja undir. Og skot sem fyrir yfir en fríkast dæmt, farið í skothendur Ágústu. Rakelin á línu, Þórhildur, Rakel, Hulda, Ágústa og Þórhildur aftur fyrir henni í sömu fintuna, nú á Aldísi. Aldís nær að stoppa hana, Sunna hreinlega að kasta boltanum í hana, jafnaði hérna fyrir því að kasta boltanum í Kötaðan. Það er gaman að þessu, Þórhildur hafði reyndar ekki á gaman að þessu ég. Þórhildur og hún fer, ótar Ára Ás og kastar hann út af. Marta byrjar afsökunar, lenti að nýtla. Kata með glæfralega sendingu beint á steinunni sem skýtur niðri og hún ver hún Margrét. Frábælega varið en allt og mörg dauðafæri farir forgórið með á KA-liðinu í leiknum. Hulda Bryndís, Jára Ás með skot yfir. Það er fríkast. Sokkur sem komin á völlin. Hákon Hermansson breytir bara góðfúslegt leyfi dómara til að taka sokkinn af vellinum. Hákon gefur bendingu, vill fá 3 á kerfið 3. Spurning hvað kemur, Ágúst á miðinni, Hulda. Leysir inn miðjumaðurinn. Hulda, Jára Ás á svisti sína. Fer fram hjá henni og skilur línumann eftir opinn sem skorar. Rakel með þetta mark, Sigurðardóttir, ef ég man rétt. Já. Aldís, Marta, Kata, Kara, Marta, Kata, lendir á vegg Kata eða hvað? Nei, það er haldið duglega í treynunar. Héldu fastataki treynunar á götu hana. Kata og Marta og Aldís. Aldís virðir fyrir sér möguleikana með Erlu með sér. Frábær blokkar ekki Erlu og Aldís í gegn og það er vítakast. Frábær blokkar ekki Erlu og Aldís sá blokkaringuna og sótti á hana og fekk vítakast, vel gert. Það er Steinur sem allar á punktinn, búinn að skora 1 mark úr 1 víti í dag. Margréti varnar og hún ver frábærlega varið enn og aftur á Margréti.
HK í sókn. Þórhildur, Hulda í gegn. Það fyrir í kast. Þórhildur, Hulda upp og skorar. Aldís og Marta miðinni, Kata, HK yfir 21-20, 7 mínútur eftir, Kolbrún, Aldís, Kata, Aldís í gegn, nei, er stöðvuð, feiki sterk, 6-0 vörn hjá HK, Kata, reynir snúnisvindu, Kör í horninu, Kata aftur, Marta á Aldísi út í horninu á Kollu, örfendu, og skorar á hausinn á Margréti. 21-21, 6,5 mínútur eftir. HK í sókn. Ágústa, Hulda, mikill baráttur á línunni. Þórhildur upp og langt framhjá. Og að stoppaði tíminn. Og er að reka Erlu hleiði út af. Veit ekki alveg fyrir hvað, ég sá þetta ekki. Með að við Sibri Jóntar sem var ekki ánægð með Erlu þarna, þannig að þetta er sennilega rétt dómur. Einu færi, 6 mínútur eftir. Kata að taka Mörtu langt út. Kata, hún fer í árás, brot hjá henni. Giska eftir að mæja svolítið á Köttu þessari sókn. Hún kemur Sunna út af og Ásdísinn, hann verið jafn margar. Kata, gott, fríkast dæmt. Ásdís komin inn á í sóknina. Kolla spila jafn marga núna, 5 á 5 niður á 6 metrum. Kolbrún á Köttu, sem reyna að finna Kör í horninu, hendi komin upp, Kara í fintu og skorar! Frábært mark hjá Körurún Árnadóttur. Ein mínúti mannin, HK einu fleiri næstu mínútuna, það er 22-21 fyrir K.A. Þór. Við erum einu marki yfir. Ágústa, Þórhildur, Ágústa, Rakel kemur út. Þórhildur í árás, Marta brýtur á henni, frábær vörn. 44 sekúndur í mannin. Leikurinn í Dalhúsum milli Fjölnis og Víkings er búinn. Fjölnir vann með 5 mörkum. Þannig að við verðum ekki deildameistarar í dag þrátt fyrir ef við vinnum þennan leik. En leikurinn er einhvað sér mjög mikilvægur því að með sigri á dugir jafntefli gegn Fjölni í síðustu umferðinni og þetta skot vel Sunna Guðrún Pétursdóttir en bæði Katrín og Ágústa leiki eftir en standa báðar á lappir og nú eru þjálfarar HK ekki sáttir við dómarana og þetta kemur 2 mínútur á bekkinn. HK missi mann af velli, 2 mínútur á varamannabekk HK. Þeir voru konum með gullspjaldi fyrir hálfleik. Það hendi Gussin á týndu kynslóðar með Bjartmari Guðlaugs. Það verður alltaf vitlaust í húsinu. Sunna Guðrún tekur markkastið. Það er jafnt í liðum. 5 sekúndur í leikmann K.A. Þór. Aldís, Marta, Kata,
Kemur Ásdís hlaupandinn á línu. Ásdís með opnun og fær vítakast, frábærlega sótt hjá Ásdísi sem veigraði sér ekki við að henda sér í gatið sem myndaðist þarna og fekk vítakast. Og þá var það Marta sem fyrir á punktinn. Margrét sem búin að verja 2 vítakost nú þegar í dag til varnar. Og Marta skorar! Sendir henni vitlaust horn. 23-21 og HK einu færri næstu 1,5 mínútuna. Og áhorfendur taka heldur betur við sér. Hulda á miðjunni. Marta til varnar, brýtur á Huldu. HK tekur eins og áður ekki markmannavelli, heldur spilar einu færi í sókninni. Jónatan þekktur fyrir að rífa stemmingur í KA-heimilinu og gera það hér á bekknum. Hann er þetta vanar að gera sér leikmaður hér árum áður. Hann gat fengið húsið til að rífa þakkið af sér. Og skot sem Berglind tekur og Sunna ver í markinu. 2,5 mínútur eftir og nú væri mark ákjósanlegt að fá mark núna. Áhorfendur styðja vel upp bakki á stelpunum, nánast fullt hús í KA-heimilinu í dag, vel mætt. Kata, Marta, út, fer í gegn sjálfur þetta, já! Og skorar! 24-21 Marta Hermannsdóttir. Frábært mark. Og þá koma HK Rapp, Berglind, þær eru einu færri samt. Þórhildur, beint á Aldísi, finnur Karin í horninu sem að setja henni yfir hausinn og Sunna og inn. Þeir ekki þetta var Sigríður Jónsdóttir, Hauksdóttir. Síðan vinkaði 2 mörk. Aldís, Kolla er ekkert að flýta sér stelpuna, 2 mörkum yfir, 2 mínútur eftir, 1,5. Kata í gegn, fær fríkast. Einhverja vildi fá skref og aðra vildi fá ruðning, en fríkast niðurstaðan. Aldís, Kolla, Aldís í horninu. Kolla kemur við að taka mörktu ennþá út, jafnmargar í liðum. Kolla stoppað, Ólafur Víðir, þjálfari, HK biður leiktöf. Kata hendi komin upp, Katrín, fær fríkast. Kata búin að sækja þó nokkuð fríkastin í þessari sókn. Og tökur Jónatan leiklið með 1 mínútu og 15 sekúndur eftir. Þvílík spenna, en mark núna fær í land með að klára þetta, það er engin spurning. Spurning hvaða lag Gussin setur á. Svo síðasta leikliðin okkar. Þetta lag getur ráðið úrslit til leiksins. Engin press á Gussanum samt. Hann setur á Tungskilsdansinn. Þvílíkt lag. Gussi hefur ekki brugðið út af íslenska þemaðan í tónlistinni í dag. 1 mínútu og 15 sekúndur eftir. 2 marka fórusta K.A. Þór. Sem fyrr á segjum við frá því að hér sé fullt hús, umgjörð til fyrirmyndar. Tæknumæður í dag Pétur Kristjánsson, myndatökumaður Bassi bróðir Steina og Gussi Dragon á mæknum, sjálfur heiti ég Sigurður Sigurðsson. 1 mínútu og 15 sekúndur eftir og við erum í gírnum. Ósigraðar heimavelli í veturstelpunar og geta klára veturinn ósigraðar heimavelli, það er bara svoleiðis. Sjáum að CrossFit kóngurinn Siggi Þrastar er mættur í hús. Klæddur í dómaragalla en er að fara að dæma fótbolta úti sínum mér. En ætlar ekki að dæma hæðarleik, það gera þeir Börkur Bóasson og Hörður Aðalsteinsson. Fjórar sendingar, segir Hörður. 4 sendingar eftir, hendin er uppi. Aldís. Hann driblaði þarna í fríkastinu og það má ekki. En Hákás kærir hérna hratt upp. Þórhildur út í hornið á Tinnu, Kara stoppar hana. Ég skil ekki alveg hennan dóm. Börkur flautaði leikinn á bara meðan Aldir hafði boltan í loftinu. Þórhildur með skot framhjá. Fríkast dæmt. Það er 50 sekúndur eftir, 2 marka munur. Berglind með 50, út í hornið á Sigríður og engin opnun. Marta stoppa boltan, vel gert, það er fríkast. Þórhildur, það er verið að flýta sér HK miklu meira en þetta þegar það er að jafna leikinn. Það er 2 marka munur. Og Kara fiskar þennan út af hornkast. 30 sekúndur. Það er allir að fara á líningunum minn, allavega ég. Elvari Bjarnar með skot framhjá. 20 sekúndur, 2 marka munur.
Frábær stemming í húsinu, Kara sækir fríkast vinnutíma, 10 sek. Kata, ég held að hún skori að vilja skora síðasta markið. Fer í gegn með Margrét Kórna flotta leik sinn með Magnari Markuslu. Og hér rennur leiktíðin út í sandinn og það er sigur! Heima sigur! Við þökkum fyrir okkur í bili þegar við markaskorun eftir smá. Laugardaginn 8. apríl. Úrslitaleikurinn deildarmeistaratitillinn. Að sjálfsögðu vil ég þakka þessum horfðu með okkur. Óskar stelpunum til hamingju með sigurinn. Það fara í hreinan úrslitaleik gegn Fjölni þann 8. apríl klukkan 4 í Dalhúsum. Förum við markaskorarana. Markaðist á Káa Þór og Marta Hermannsson með 8 mörk. Kata Vilhjálms með 6 mörk. Kolbrún Gíja skoraði 4. Aldís, Kara, Ásdís, Steinun, Erda Leður og Sandra Kristín með 1 mark hver. Og í markinu varði Sunna Guðrún Pétursdóttir mjög vel á köflum. Hjá HK var markahægst Þórhildur Braga Þórðardóttir með 9 mörk, Hulda Bryndís með 5, Tinna Sól Björgvinsdóttir með 3, Rakel Sigurðardóttir 2 og Kolbrún Anna Garðarsdóttir, Berglind Þorsteinsdóttir og Sigríður Hauksdóttir skoruðu 1 mark hver. Og í markinu stóð Margrét Ýr Björnsdóttir og varði eins og berserkur. Hélt þeim hreinlega inn í leiknum á löngum köflum með mörgum frábærum markvörslum úr opnum færum. Ég, Pétur og Baldur þökkum kærlega fyrir okkur í dag. Vonumst að sé flestir brottfluttir Akureyringar koma og styðja stelpurnar laugardaginn 8. apríl í Reykjavík. Ég veit að ég verð þar, veit ekki með ykkur. Vonandi sjá þessi flest klukkan 4 í Dalhúsum þann daginn þegar stelpurnar geta tryggt sér deildarmeistaratitilinn. Hvað sagðist þið? Í bíli.